það er ef að það er eitthvað staðar þar sem sækir að manni sorg í þessu starfi, að þá er það þegar börn deyja. Ég heiti Friðrik, ég er neyðarvörður hjá Neyðarlínunni. Ég starfaði þar í 6 ár. Þetta er auðvitað mikil ábyrgð þegar maður byrjar. Þú ert að taka einhvern og allt í einu er hann kominn inn í aðstæðu þar sem hann ber ábyrgð á öryggi samborgara sinna, sem getur verið dálítið yfirþyrmandi. Það er mjög erfitt þegar kemur til dæmis alvarlegt slys, einhver deyr eða börn deyja, og það breytir lífsmynd manns mjög mikið. Tala við einhvern aðstandanda eða einhvern sem er á vettvangi, sem er að horfa upp á einhvern hrylling sem maður óskar ekki nokkrum manni að horfa upp á. Maður er í þeirri aðstöðu að maður þarf síðan að taka ábyrgð á því sem er að gerast eftir að hringt í mann. Þetta er mjög sérstakur lífsreynsla. Þetta er svo langt út fyrir reynsluheim venjulegs fólks að ef einhver er mjög óheppinn í lífinu þá verður hann kannski vitni að einum svona atburði. En vinnan snýst um það að við séum til staðar þegar þetta gerist. Þannig að við lærum bara að vinna með þessu og við reiðum okkur á hvort annað. Ég get ekki sagt frá öllum alvarlegum umferðarslysum eða eldsvoðum sem ég hef tekið á móti, sko. Ég get sagt frá öllum börnum sem ég hjálpaði að taka á móti. Það er einhvern veginn, maður man það frekar, og það er kannski bara gott að málin sem leysast vel, að maður muni eftir þeim. Og það lyftir starfinu þó nokkuð mikið upp. Ástæðan fyrir ég er neyðarvörður er að þetta er gefandi og þetta er skemmtilegt og ég fæ að hjálpa fólki.